Stórkostlega, föstudegi, það er 4. nóvember sem stór dagsetning í sögu F95 blöð síðan fyrir nákvæmlega 11 árum síðan 4. nóvember 2011 hóf F95 blöð göngu sína og það er svona nettur afmælis þáttur í dag Auðun Blöndal heiti og sitt í mínu sæti og við erum með fullan bát það var ekki fullu bátur síðasta föstudag því að fyrirliðin hann stökti tenni Sveppi Krull kom í hans þá og fór á kostum en verður velkomin heim fyrirliði. Thank you. Hvernig var tenni? Það var bara ekkert eðlilega næst sko. Já, sástu eitthvað nýtt eða? Nei sko Af því að við basically, ég veit ekki hvort þú hlustar á þáttundur að Sveppi var hérna við bentum á að þú gætir farið í archive eða archive sem svo Steindi kallar þetta Archive Þú gætir farið í archive valið stórið þitt frá því varst þetta síðast og setta aftur basically sko, þetta er mjög svipað sko. Það er ekki mikill munur, það er alltaf sama það er Con-Air-lagi þegar bjórin kemur það er Spending my time í Jónugurinn þegar það er gott útsýning það er mikið sko Teknolög þegar það er ekkert tekno í gangi bara svona róleg stemning Nú fór ég þrisvar á Mirador sem upp á staðurinn minn þannig á Duque-ströndinni Mirador og Hvernig segir heimamaðurinn það? ekki hugmynd Mirador og svo bara alltaf þegar ég vaknaði að fór út á Svalir það var alltaf blár heiminn og mannilega fæ alltaf 2-3 daga sem skíðað ekki núna Já, steppum við blár heiminn alltaf Maður sér samt, þú kemur aldrei heim í lit Eina sem- Maður sem að bjó í Sólberg Sko, þegar ég kynntist fer- eða Sólborstofu ég fer út kaffibrún Já og það er nýbúin í klefunum Það fer Hann kemur heim þannig að hvítur ég er bestur á fyrsta degi En byrju, hvernig fer þessi klefabrunga hvernig fer það þegar þú hoppar í laugina og svo? Já sko síðan Er þetta waterproof? Nei síðan ber ég á með vörð 50 alla daga og er í lauginni og er renni í buttunni og hann ég kem heim tölur hvítari að ég fer út sko því miður og það er 50 vörðin dílítar tanninu sko. Ég myndi aldrei sjá núna að það hefur ellendis Nei Hvenær byrjaði þetta? Því man þegar ég kynnist þér þá varstu alltaf kaffibrúð Já, eiginlega óþægilega brúð með strípur Ég laði mikið metna í tanni á sínum tíma sko. Já, hvenær var það svona sem þú áttaði á því herðu, þetta við getur þetta að skópa þessu Varst leiðilegt að fara að leggjast í ljósabekk og hanga þér 20 minnur Mér finnst það fínt en eina bara þessu óholt Já Það er ekkert leiðilegt í ljósum, liggja bara og hafa það góðsum Já, ég veit ekki Varst þú ljósakall, Það Steindi? betur að fara til tann Ég fór alveg í ljós sko en ég samanlagli mér finnst það ekki gaman að liggja eitthvað í 20 mínútur sko Nei, ekki finnst meðan ég á bara að vera vakandi eitthvað Ég finnst leiðilegt að sofa og liggja Já, en þú veist, minnst rosalega skrítið bara, heyrðu, hvað er klukkan? 3 miðan dag, heyrðu, ég spáði að leggjast niður í 20 mínútur Það er bara svo á bakkanum, ég ligg aldrei á bekk og ger ekki neitt nema þessi mögulega bara að fá mér að refreshing beer síðan er ég að gera eitthvað Ég dyrka að liggja á bakkanum, vera með headphone-na og hlusta á eitthvað skemmtilegt og hoppa í laugin inn á milli, sækja sér kaldan og bara tana Ég geti gert það bara Þú líka alltaf daginn verður brúnt fljótt sko Já, ég fæ fljótt tan Mér er svolítið gaman að vera á ferðinni sko Já, ég er svolítið bara svona rusla krökkunum, heyrðu, kottu, löpum hérna og skoðum svæðið En ég hitti ekki King Svala sann sko, það var þreytt Það er skellur Ég hitti Richard Já, voru það ekki rest? ömmu sína og ömmu sína Ég fór með þau öll í Jungle Park og við hérna fórum hérna hörðu það var rosalega þegar fórum með ég hef aldrei séð þess að brúar það eru svona brúar í Jungle Park sem er svona við það bara detti sundur eitthvað svona risastór svona brú svo sé ég í bíómyndunum að krókudill undir henni sko og hérna og Richard var að röllt yfir með ömmuna í hjólastólum og ég var helviti líklegt og var að fara að slita hann en komst ekkert nöðin yfir sko Hvernig var ástandið að reyka? Hún góður? Hann var rófarulega bara hann byrjar alla dagi á 2 jagerskotum sko Já, það er til að róa magan Það er samt sem er eitthvað lélegast afsökun sem ég hef Það er vist líka bara staðfest að því að hann gerði það líka í Króatíu þegar við vorum með nú þar Það var bara hverjum einasta degi það var bara 2, sko, þetta eru glös þetta er ekki stöð Nei, þetta er bara svona mjólkurglas bara á jagers Til að rétta magan af Hann kann að hella í sig, maður er rosalega verið það sko Þannig að hann ruslaði hérna öllu genginu mömmu sinu og ömmu sinu og öllum í abakinu Já, nei, Jungle Park The Jungle Park, já, en ljónið voru farin þau hefur klöfum drepina, veit ekki hvað gerist En fórstu í abagarðinu? Fór reyndar ekki í abagarðinu Það er skellur Það er rosalegt Upp á staðurinn Já, ég Það er á bara- bucketlistanum að vinna þar Núna var ég einhvern veginn bara ráand svæðið Ég fór í Jungle, ég fór ekki í Siam Park og ég fór ekki í Monkey Ekki síðan Nei. Ég hef aldrei fættið tenni og sleppa síðan Ég bara, þú veist Ég leiði bíl samt Þú setið Ertu að keyra? Já Ok, aðeins að Þannig að þú sast þarna í hittanum á okkur svona steipubekkum að horfa á fuglasýninguna Það vantaði okkur síðast þegar við vorum á hótelunum félagarnir Það er miniklöp og maxiklöp Maxiklöp er fyrir Evu sem er 8 ára Miniklöp er fyrir Aron sem er 1 ás
og þá bara sænar þau þar inn. Það er gert helling fyrir mig þegar við vorum að það og síðan bara spurja þau, hvar verður? Ég verð á Skybar, sem er 18 plus bar og eftir sem er Instagram-löginu og því. Það ertu bara þar í 2 klukkutíma í complete silence. Og síðan bara hringt í þig, krakkinni grátandi, kottur niður, sem ég aldrei hringt í mig. Þannig að sko, það var eiginlega sem ég var að gera hana, basically sko. Já, þetta er líka bara að vera í góðu veðrið maður. Já, April Spritz. Það er 9 og kottillir minna. Hæ? April Spritz, 9 Já, þú komst svolítið það. Þú veist, hann er búin að vera í hann er farin Hann er farin tísku. Ég var uppgötan. Hann leika svo fallið appelsínugulur sko. Hann var the shit 2019 held ég sko. Ég held að sé að koma aftur við það bang. Já, getur. En hvernig með kaffidrykkir Espresso Martini, er hann líka farin tísku það? Espresso Martini er klassísku drykkur. Nei, klassík er bara að fara beint í Irish coffee sem ég hygg ekki við, djúvöld er það gott. Sko, The Richards voru að drekka eitthvað áfengt alkohól, sér eitthvað annað en Irish coffee. Áfengt alkohól, það er áfengt kaffi fyrir Já, sko, hvað var það? Eitthvað bensín ról og eitthvað það var einu sem var í til að The Richards ekki teka við það. En sko 11 ár drengir, þátturinn 11 ár í damaður, það er bara fljótt að liða. Já, rosalegt sko. Og já, í tilefni af því þá verðum við með sko, ég hitti Sveppa í dag, við tókum upp klefa sem er geggjaður, gamall og góð liður að línur slá saman og okkar besti maður Sveppa Sverrisson fór á kostum og það var maður á Suðurlandinu sem var ekkert alltaf sáttum með hann og ég lofi ykkur þegar eftir að hlæja Við fóruð í bændablaði, djúpt í bændablaði. Fórum djúpt í bændablaði. Sko Pétur Jóhann, hann ætlar að fara í svona nett hongi við horni, hann er búin að láta smíða spjald sem stendur á flautaðu eða þú vilt rassamælingu. Hann segist að vaksin upp úr símarekkjum og vill fara í eitthvað svona þroskaðan lið, þannig að hann ætlar að tjekka umferðinni og sjá hvort það verði flautað á sig. Hjöppin, okkar harðasti, hann ætlaði að opna þátti með okkur en svo fattaði hann bara að hann var hérna rétt að hann og svo þurfti hann að fara að sækja strákinn á leikskóla. Hann þurfti að sækja skóla, hann ætlaði að samt að reyna að koma eftir samt. Hann ætlaði að koma við, já. Já, Björn Bræði ætlar að henda okkur í eitthvað svona sérstætt FN95 quiz og það er nýtt föstudagslag í fyrsta sinn í marga mánuði. Sverrir Bergmál og Halldór Gunnar eru búin að henda í föstudagslag, þannig að Svessi kemur á eftir með brakandi fest. Veitu hvað er sem þið taka? Já, Draumaprinsinn. Það er Ragga Gísla, okkar besta manneskja. En byrju, ég fekk ekki að semja textan fyrir þá. Nei, sem betur fyrr. Eins og í stóra sviði. Já, það er þetta tölvöld falleira held ég. Það er endar Ragga söngunan skítatext. Það er stóra sviði, það er í kvöld. Og geggja þáttur, það er Þorsteinn Backmann og Gísli Örn. Já, ég er svo spenntur. Stórleikarar. Ég er rosalega, sko, mál er að það er mörg þema. Við gerum raunveruleika þátt. Já, bæðilega átt að gera raunveruleika þátt. Við áttum að setja okkur inn í bíómyndir sem þeir hafa verið í og svo endum við á sama við gerðum Jón Gnarr og hérna Hlinn Spunni En hérna, ég er mjög spenntur fyrir atriði í kvöld af því að hérna, ég hef aldrei séð þess að þætti en ég veit nefnilega að Öddi horfur á þá og ég held þú og ég held að hálf þjóðin horfur á þetta. Ég fór í Love Island. Já, það er sko fyrst sem datt í hausunum að verða þessu raunveruleikþáttur var Love Island. Já, það ekki. Ég fór í Love Island Akranes. Ég veit að ég bara þetta er íslensku raunveruleikþáttur. Það er mjög fyndið sko. Þannig að ég er mjög spenntur að sína fólki. Og skílunni og búin að bera á því. Já, það er allt í gangi. Og með glerugun og yfirvaraskeggið. Já, það er allt í gangi í villunni upp á Skaga. Gísli Örn var þarna með honum. Hann var svolítið að fá alla athyglinna hjá kvenþjóðinni. Steindi svolítið svona nördin. Málið er að það er tilkynnt í Love Island Akranes að koma 2 nýir inn sko. 2 new heartthrobs. Mál er að það fór misvel í mannskapin sem var í villunni sko. Ég meina, fólk tók vel á móti Gísla. Fólki vill er ekki fá nýinn. Það er bara búið að setja sig við að myndi þetta virka á Íslandi ef við förum út í það? Myndi gera Love Island? Ég held það. Ég er búin að geða allt of mörgum klukkutum að horfa á þetta röst. Akkur, mál er, þú átt að stjórna þessu fólki þætti. Eftir þá kynnirinn sem ert alltaf Nei, það get ég ekki verið. Þetta átti fólk ekki vona. Ekki endur að flippaði kynnirinn, bara venjulegu kynnir. Chris Harrison er ekkert eitthvað grínið sko, hann bara svalur. Chris Harrison, já, en það er ekki þannig. Hefur aldrei hort á Love Island? Já, bara svona með öðru sko, en þú getur verið svona þitt take-á, þú getur bara Chris Harrison í Love Island. Á ég þá að vera gaurinn, þegar konur sem hafa séð alltaf í Love Island, þegar að koma lappandi inn og þá svona það er sýnt í slow-mo þegar að lappin í villuna og það er svona flaksa hárinu og eitthvað svaðalegt lag undir. Þú þarf ekki að gera hatt þar. Það er ekki flókið sko. Þetta ég vera, ok, bara Öddi er komin. Það er bara þannig. Já, en mál er að sko bara með býrið undir. Sko ég mæti þetta í villuna, ég er frá Króknum sko.
Hann er basically Ég var að vinna hann er bara að gera lítið mér Þetta niðurlega Sko mála, ég var að vinna Ég bara er að vinna upp í Vúrð Ég er frá Króknum og ég mætti í vinnuna Kannaðist þetta allt saman Og girtur þú niður þig? Jésús, almatur Horfðu bara það gera Og bara horfa þáttinn Þetta er Love Island Fólk er að kynnast og byrja saman Það var endur ekkert þannig í síðustu seri Ég held að fólk sé hætti því að það eru fjölskyldaðinir að horfa á þetta eitthvað og ég held að fólk svona haldi í sér allavega í þessar 3-4 vikur sko. Það var ekki það að sjá hverju sendir heim. Ef þú horfður á fyrstu 2 seríunar á Love Island þá eru allir bara reykjandi og allir blindfullir svo mátti ekki drekka þarna lengur Þú voruð voða strangt Herða en talandi drykju, snjórinn fellur í kvöld maður og our proud sponsors Jóla Túborgin Léttöl mætir sko það svaðalegt dæmi í Keilahöllinni til dæmis Bjartmar, þinn besti maður hann að fara að syngja þar í kvöld Pældi því, þú veist, snjórinn fellur sko, í fyrsta lagi vil ég bara hrósa Íslendingum hvað þetta orðið stór viðburður af því að þetta geggjað Svessi og Halldókunar á dönsku Já, og líka bara, þú veist, þegar snjórinn fellur eins og Halloween núna, hvað allir voru ólinni að skreita og þú veist, ég dyrki það Þú veist, að taka sem er skemmtilegt og stækka en snjórinn fellur það orðið, sko, þú veist, þetta bara við erum að eima á að ná dönum í þessu, sko Það er synd að við séum ekki farið í það Mér er ammalist átt hérna einhvern veginn og maður hefði bara átt að fara beint í Ertu að grínast? Ég ætla ekki að segja beint í snjóin beint í kannski lestina Já, þú veist, þá ertu að fara í bjórsnjóin, sko Snjórinn fellur, þetta er jólabjórinn en málið er að, þú veist, Bjartmar er að fara hvergi annars ára landinu er Bjartmar að fara að opna þetta nefnir Keilahöll Það er rosalegt Þú veist, það er bara þannig Við förum í steikur eftir morgun, þannig við fögnum bara þá Já, við viljum að fagna eftir bingoið Það er líka fínt að minna á það Það er jóla eða svona vetrabingo blöðkastins á morgun og allir sem er áskrifendur þið gerist áskrifendur en f95blöð.is fá 3 spjöld og það eru sturlaði vinningar Það er 100 skatt frá Icelandair Það er PlayStation 5 tölva Þetta er sko diskavélin Sko, það er svona ultra rare Samsung Galaxy Flip 4 sturlaður pizzaofnar frá pizzaofnar.is og RIG 800 headset sem er sturla headset og svo er fullt af aukavinningu sem fylgja með og stóra í þessu eitthvað sem ég er búin að væla ég veit ekki hvað lengi, alltaf að byggja þetta og loksins eru þau on í jólabingoðun á morgun þá mun Sverrir Bergman og munu þau skipta lögum Jóhanna Guðrún tekur Án þín og Sverrir Bergman tekur Is it true svona stærstu lögið þeirra það hendar er rosalega það er I love that shit Það verður award winning shit Já, ég er búin að býða eftir þessu svo lengi og loksins er það að fara dætt inn En þetta er í opinni dagskrá þannig að það geta allir horta á þetta inn á Vísi eða stöð2vísi.is Já, en til að spila þá þarfst að fyrir nú f95blöð Það getur horta á þetta í sjónvarpinu á stöð2vísi líka Þú vilt taka sjónvarpi, það er næs sko En til að spila þá þarf þetta að gerast áskrifandi á blöðkastur Og ég meitt sko að spila þetta á páskonum þegar ég var úti á Alicante þá tók gristlingurinn með þannig að hún elskaði þetta og var alveg límt við skjáin að vinna þannig að þetta er fínt fyrir sko með familjónu líka fínt út bara að hellið ég með á félöðunum og steik, raut algjör stemming 3 spjöld fyrir 1390 þú veist þetta er ódýrari en bjór sko það er líka Turboman Doll þannig sko PS5 sko Já, svo náttúrulega færðu líka bara að hlusta þættina sem er nú vonandi pluss líka Já, ekki bara bingoið Það er bara, þú veist, þú kemst inn í alla gömlu og getur hlusta á frá upphæði, sko Já, það styttist hér í fyrsta klefa dagsins með honum Sveppa Krull En ég var að spája að drengir er ekki við hæfi að byrja afmælisþáttinn því að núna eru nákvæmlega 11 ár síðan og þetta datt Þetta er ekki Gamla góða Við hefum ekki spilað þetta lengi Þetta er nostalgía sko Celebrity fyrir að hlusta hér á afmælisþátt F95blöð 11 ára upp á dag Þetta er bara gæsahúð Já, þetta er svaðalegt lamar Manstu, eftir fyrsta þættunum fórum á B5 eftir hann og vorum að dansa stóðum á borðum Já, Rain Over Me Það er ekki Það er ekki hægt að segja samt að það hefur verið Youngbloods maður 31 ástar Núna er maður orðin a real old piece of shit Voru semi-Youngbloods þá sko Nei, voru 31 ástar á B5 Það var eiginlega vond Við bara svona einhvern veginn náðum að blinda okkur Þetta er ekkert, þú veist 11 árum eldri en allir að þinni Alltaf gott að fagna Það er gaman að fara aftur og standa upp á borðið aftur Kanski ég hef gerað það í kvöld 11 years Við erum að fara út á lífið annað kvöld eftir bingoið Þá erum við að halda upp á einsás ammali blöðkast Já, það er alltaf að fagna ykkur upp 11 ára og einsás Það er rosalegt Við erum verið að fagna öllu bara á morgun Já, þetta er ammali á morgun Já, ég er búin að Krossaraplan sko Já, góðu matur, píla, karaoke Það er alltaf sínum stað Við verðum að tróða bottsæðin líka sko Það er bara ekki tætt, sko Það er $1.000.000 hugmynd sem er að býða eftir ykkur um að núti eða opna staða sem getur farið inn í Boccia En bara Boccia Gaman í Boccia Akkur opnum við ekki Boccia Boccia blöð Boccia blöð
bar, þessi fólk fyrir bocci og hellir í sig. Eða bara C.J. bæti við bocci á þeim kiloður No plás Já, hann er líka nóg til líka, sko. Já, Það er alveg budget í að opna bocci-aðstæður núna, sko. Er þetta ekki orðið, sko, þetta er orðið Money Joe? Já, hann er skellihlæðandi nú. Heima nú skellihlæðandi. Er hann grenjandi úr hlátri? Basically, sko. En ég ætla að fara hérna í slúðrið og ég ætla að byrja á Simon Cowell. Steindi, þú veist hvað það er? Já, Þú veist nú ekki hver allir eru. Idol-dómarinn. Það er hárrétt þér. Hann var í einhverju viðtali við The Sun og var að opna sig á æsku sína því að hann á núna... Er hann ekki búin að breyta á sér andlitinu alveg? Jú, hann er nánast eins og einhver vaxmynd. Vinn í sér, þetta er hálf ógeðslegt. Sérðu þetta? Hann er bara afmyndaðar í framan. Já, ég sá einhverja mynd á hann daginn. Ég vissi ekki alveg hvað var í gangi, sko. Nei, hann er ángríns eins og bara vaxmynd. Það er eins og sé úr kerti. En sko, já, hann var að opna sig æsku sína og hann byrjaði að reykja og drekka 8 ára. Og þá fekk hann reykta sína fyrstu sígarettu og byrjaði að drekka áfengi og var uppreist gegn foreldri. Okkur trúið því? Þetta er bara eitthvað þetta er bara, ég trúi því. Hvað okkur ætti hann að vera að ljúga því? Af því hann er að ljúga því. Ok, hann segir það, ég veit ekki hvor er að segja satt. Steindi eða 8 ára krakki að drekka og reykja bara allt. Það er bara ekki rétt. Sko, það er bara skrítið og galið. 8 ára? Það er afmælið. Dóttir mín er 8 ára, sko. Já, hún er bara heima með Winston í hörðum og bara jagermaster. Það er bara ég ætla að segja að hann meini 14 ára og er að reyna að vera eitthvað svalur í þessu viðtali. Sko, ef einhver þá væri það dóttið þín og þú byrjaði nú snemmi í réttunum, þegar ekki? Nei, bara sem, ég byrjaði með snemmi. Ég var úlingur samt, sko. Já, úlingur, þú varst ekki 8 ára? Nei, en þú veist 8 ára, þetta er bara, ég bara trúi þessi. Svo 10 ára staðan bíl og klæstan, þannig að þetta er líka önnulega 10 ára gamall Stalan bíl. Já, ég trúi þess ekki. Það er málið. Ég veit þú ert að segja mér bara eitthvað slúður. Ég er að lesa þetta hérna. Ég er ekki búið þetta til. Ég veit það alveg. Ég trúi alveg að setja að lesa þetta og að það sé viðtal. Ég skil ekki á hvernig þetta var að ljúga því, maður. Af því að það hefur séð mikið að 10 ára krökkum kera á bílum. Ég hef aldrei séð það, sko. Sér hann upp fyrir stýrið eða? Nei, svo er þetta líka breytt. Hefur, sko, 10 ára krakki þegar ég var 10 ára þá litu 10 ára krakkar út nánast eins og 17 ára krakkar í dag. Það er bara mikill munur. Það getur vel verið að vera byrjað að reykja og drekka 8 ára. Ákveð þetta að vera ljúsur? Þegar ég var 8, skólataska mér var stærri en ég þegar ég var 8 ára, sko. Sko, þegar við oft spurt á okkur, ég held alltaf upp amalið mitt og ég sagði okkur einu svona bauði fullt af fólki amalið og kom enginn. Það var 8 ára amalið mitt í Tulsa, Oklahoma. Þegar Maja systir þurfti að fara bara á milli og beða vinkonu sínar að koma í amalið. Það var helviti vandræðilegt. Þannig að ef ég átti einhvern tímann að byrja að drekka þá var það þá, sko. Það var að fá það sík og jager þá. Þú varst ekki í jager þá, sko. Nei, ég bara vissi ekki eins og það væri til. Tulsa fór ekki vel með blöðarna þar. Ekki þetta amali. Svo fór Tulsa bara mjög vel í mig. Þetta er 100% ástæð fyrir þetta amaliskoncept í dag, sko. Það gæti verið það því að kom enginn. Og leigir heil hóteli núna fyrir amaliðin, sko. Ef ég myndi fara til sálfræðing þá myndi hún örugglega segja áttu einhverja slæma minningu amali. Ég myndi segja já, 8 ára. Þess vegna heldur þetta í viku. En Simon Cowell, hann var ekki að halda upp á einhver lélega amali. Kallið hann bara fá sér og kveiki í 2-3 rettum. En hvað kemur svo meira? Er þetta búið þetta? Ja, hann stal bíl og klæsti hann þegar á 10 ára og núna ofvendur hann son sinn því hann vill ekki hann verði eins og hann. Og því að sonur hans er núna orðin gamall og hann var þegar hann var svona klikkaður, sko. 8 ára. Já, sonur hans hann er 10 ára. Þannig að hann er bara að gera allt sem bara í sínu veldu stendur til þess að koma í veg fyrir það að 8 ára sonur hans sé að fara að reykja og kera bíla og drekka. Þetta er flottur. Reykja og kera bíl. Ég segi bara gangjörnum vel að passa það kom ekki upp. Já, en trúur þau að Robert Downey Jr. hann byrjar að reykja gras þegar hann var 9 ára? Er hann líka ljúga eða? Því hann er búin að berjast í fíkn allt sitt líf. Já, ég trúi hún. Já, og Drew Barrymore, hún var líka byrjuð að reykja og drekka þegar hún var 8 ára. Er hún líka ljúga? Ég trúi bara ekki Simon, sko. Nei, ok. Byrjaði hún líka 8 ára? Já, eitthvað þannig. Það er rosalegt. Já, það er rosalegt. Það er bara ógíslegt. Já, en voru þið eitthvað að reykja njóla? Já, bara því mér fannst það töff. Það gerir ekkert það. Nei, þú veist, það er öruglega, þú veist, jú, öruglega, reykeitrun. Já, líklega. Voru menn að reykja njóla í Mosóða? Já, þú veist, já, ég með maður ekki, jú, allir. Allir það ekki. Þú viti það ekki. Það er öruglega. Herðu, svo það eru allir brjálæðir úti, ekkert allir, það eru nokkra hræður sem að hafa lítið annað að gera heldur en að vera með leiðandi sem eru brjálæðir úti í Kendall Jenner og því að hún
hlaut mikla gagnrýni fyrir umdeildan Toy Story búning sem hún klæddist á Reykjavíkurpartíu helgina. Hérna búningurinn þar sem hann þótti of kynþokkafullur og að fyrirsætan sökuðum að eyðileggja barnamyndina fyrir ungu fólki. Var það Mr. Potato Head? Nei, hún var þetta var sem sagt úr Toy Story. Átt að vera hérna Woody eða ekki bara? Nei, þetta áuruglega vera, það var líka kúrika stelpa. Já, kjákur og þannig, já. Vist ekki það Þessi búningur lítur náttúrulega bara ekkert út eins og það sko. Nei, þetta er svona það sem hún sína mig núna, þá var hún bara á nærbuksunum í gulri skyrtu. Þetta er ekki búningur sko. Þetta er búningurinn. Hún er í buksunum en hún er með vissulega opið fyrir bossan sko. Konceptið við Halloween er að dressa þau upp sexy, eða þú veist. Er það samt? Já, ég veit. Þú bara ferði upp í sexy lögubúning og eitthvað og bara það er og bara miðvararskeggið fyndni búningar er mjög skemmtilegt líka sko. Já, þetta snýst aðalum að gera þetta sexy sko. Er það samt? Ég meina, heldur að séu allir sammála það? Já, ég var á tele þegar var Halloween og bara sá hvernig þetta fólk klæddi sig. Það var bara, fólk var ekki í neinn. Myndið þú klæða til að vera sexy eða þú verður að fara að klæða upp á Halloween? Já, ég myndi Þetta hefur hann ekki alltaf mætt bara sem fór og Nei, svo kom einu sem hvað sagði hann? Clark Gable, úr hvaða mynd? Ég veit það ekki. Þannig að hann var í frakka með hatt og langaði að senda hann heima. Það er svona típa Settu smá metnaði. Þetta típa sem þetta aldrei mæti í búningapartí án þess að vera smá flottur. Hörðu, ég pantaði Thor hamarinn bara frá Kína. Sem var svo elspytustokkur sko. Já, þetta minni hér sko. Hamar var hrikalegur sko. Svo er lokaslúrið það að vinni Cher. Hún er komin í hann kærasta og það er rapparinn Tíka. Og það er 40 ára aldursmunur en vinnur hún að segja að hún hef aldrei verið jafn hamingjusum og þau eru að fara út að borða og eru að fara á tískusýningar saman og hún má nú eiga það, hún sér, hún lítur nú vel út. Eðilega varu glöð með 40 ára yngri sexy gæja sko. Já, hún er toppmál. Já, við bara óskuðum allsins besta það ekki. Já, sveið með þá og svo var ég þetta með slúðu, sjáu Sveppi og kannski að reysa styttu og Sveppa í Breiðholtinu. Ef það var undan blöð á króknum, það var alveg skellur. Já, þá erum við að fara, við verðum að gefa þá í, er það alveg frétt? Já, þetta er alveg frétt. Hvað, er hann að lesa það fyrir okkur? Sveppi til í styttu? Já, hann er til í styttuna. Það var verið að svona setja inn hugmyndir fyrir hverfið mitt og eitt af ein vinsalasta tillagan var stytta af Sveppa Krull í Breiðholtinu. Og hann segir hérna í viðtalinu sko, Steindi og Egill oft talaði í útvarpsþættinum að reyna að fá styttu af Audda. Það kemur ekkert óvart að þessi hugmynd væri afsprengja þeirri hugmynd því að þeir hafa oft talað hana í útvarpinu. Þannig að Sveppi Krull getur orðið þetta í Breiðholtinu. Þú þurfa bara að klára þetta. Veitu, hvenær er þessi kosning upp á krók? Akkur fáum við ekki að... Það er ekki kosning á krók. Nei, málið, við bara mistum boltan. Boltin var komin á fleifæð. Sem er bara fínt. Við vorum búin að senda sveitastjórnum. Við vorum ekki búin að gera neitt. Robba bakara. Já, Robbi var klár og við sendum í sveitastjórnum tölvupóst, Egill, eða ekki? Jú, við gerðum það. Hann er komin í með nefndir í þetta. Ég held að hann hafi sagt við okkur, komum bara með smá skýrslu, hvernig þið sjá þetta fyrir okkur. Við sendum aldrei skýrslu. Ég man hvað þetta stoppaði. Flöskuhálsin er okkur vantar listamann til að gera styttuna. Það er bara outsourcing. Það millar massa hlusta núna sem geta styttu sko. Já, það var sambandið okkur. Öllum saman, þetta var slúðurpakki dagsins og hér strax eftir auglýsingar förum við í fyrsta klefa dagsins og það er Sveppi Krull sem fer á kostum þar í þessum afmælisþætti í svona gömlum og góðum lið þar sem að línur slá saman, tókuð upp í dag og ég lof ykkur og það er verulega myndi. Held ég fyrir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum konið í klefan góða í þessum afmælistætti og það er Sveppi fokkin Krull sem er mættur í gætt stóra afmæli 11 ára stýttist í bílprófið hjá þættinum. Já, svolítið þannig 6 árið það. Við erum að fara að ferma kallið minn. Já, stutt í fermingu kannski frekar. Já, sko, við vorum það eru nokkra pælingar hjá okkur. Við ætlum að reyna að fara í hitakleðan og okkur datt enginn í hug, þannig sé. Nei, það er orðið svona, það hefði náttúrulega átt að vera bara sko annarkvort ríkislögreglustjóri. Já, eða Gulli eða Bjarni Ben eða Kata Jak. Já, en þetta er allt fólk sem þarf að láta öskra á sig. Já, þau þurfa aðeins að fá að heyra. En við ætlum að henda bara í gamlan góðan lið í staðin sem heitir Línur slá saman. Já. Og þetta er ekki flókið. Ég ringi eitthvað hér og bara finna eitthvað í bændablaðinu. Já, það þarf að finna eitthvað grunnlausan þar sem ég kem inn á línuna með eitthvað bull. Já, þú ætlar að það er svolítið þitt fag að koma inn á línuna. Já. Og vera með eitthvað að þvælu. Já, sjáum hvert þetta fyrir með okkur. Ég ætla að vera að selja eitthvað haugtang. Þetta getur verið gott. Call the motherfucker. Call the motherfucker. Ok, ert þú tilbúin með allt eitt? Já. Ok, ég ætla ekki hérna. Mjög ákomandi daginn, ég er að syngja hérna út af smáauðlýsingu í bændablaðinu. Já, nett. Já, til sölu hér 8 árs lítra haugtangur.
Já, það passar. Já, er hann vel farinn hjá þér? Eina fyrir Birki. Hvað segir þau? Eina fyrir Birki. Þetta bara í fínu lagi. Við kemur að þetta í tíma til okkar. Það lafir úr læðunni. Lafir, hvað segir þau? Það er einhver að koma inn í tíma til okkar. Nú, já, ok. En já, er þetta góðu standið, segir þau? Já. Dælan var tekin í gegn bara í vettur og skiptum allt í henni og Gunnar leikur buxnalaus. Hvað segir þú, Gunnar? Það er bara að vera að bylla eitthvað í okkur, mitt okkar, einhver annar en á línni. Já. Ekki viti hvað það er. Nei, ég segi þetta á alveg verið 100% standi og allt það er ekkert öðru í sig. ok, ekki, ég sé Það er búið að skýta í tankin. Hvað segir þau? Það er einhver að gera að í okkur. Ertu að gera að í mér? Nei, það er einhver að gera að í okkur. Já. En þetta er til söluð, ekki? Jú. Eitthvað fyrir Gunnar. Einhver þriði að gera að í okkur á línunni. Já, það er slegið saman. Já, það er eitthvað svoleiðis. Já, ok. Steinþegið. Ég er ekki að gera þetta þér elskandi við, það er ekki það. Nei. Ertu með buxurnar í punktnum? Er ég með buxurnar í punktnum? Heyr, þetta hefur verið eitthvað að gera Já, þetta er eitthvað fíblaskapur þarna. Já, það er eitthvað. En ég sé að það stendur hérna að góð dekk. Ég sé að líka bara myndinni, er ekki allt upp á 10 þar? Þetta er bara nýlið dekk. Þegiðu. Það er svoleiðis. Steinþegið. Og hérna. Ógeð. Hver er þarna? Ógeð. Hver er að fylla svona í okkur? Þetta er ekki fyndi. Nei, varst að kalla mig ógeð? Mér finnst þetta ekki fyndi, það er eitthvað að bylla í okkur, sko. Já, þetta er, en hvað, ég sé verðið, er það fast alveg hjá þér verðið? Já, Hvað ertu með brækurnar á þér? Ég hætti þessu bylli hérna. Já, nókanlega. Kóka, ég er ekki til. Jú, Þú ert ljóti kall. Ég vil ekki lækka þetta mikið. Nei, ég skil það. Ertu á Suðurlandinu eða? Já. Þannig að maður geta alveg bara rent á þig, það er svona. Hann er fyrir austan. Ertu fyrir austan? Hann er fyrir austan. Ertu ekki á Suðurlandi? Já, ég hef ekki bara pröfað að ringja í því, veitum hvað þú losna ekki við þetta byrji. Þegiðu ljóti kall. Má ég ringja í því? Já, endilega. Ekki hring. Ég líti að sjá númerið bara. Þegiðu. Það er eitthvað sem er að gera þetta. Þú ert að gera þetta. Hvað er í gangi hérna? Ringi. Nei, ekki hringja, þú ert að gera þetta. Hættu Ljóti þessu kall. rugglið þarna, maður. Hvaða bull er þetta? Kóka pissi lúka. Sko, ef hann syngir núna, svara þú bara. Verður bara, halló, hvað sé ég? Þetta hvaða númer hringir hann í ef hann ætlar að hringja? Hann hringir vantilega bara í númer hérna, hann er að hringja. Svara þú, ertu tilbúin? Ok. Halló. Já, Guðmundur heiti ég. Guðmundur ljóti kall. Halló. Ég skuli enda að hlæja að þessi. Ég verðs alltaf að segja hún þetta. Ég ætla að segja þetta. Nei, Jú, ég verð að segja hún þetta. Sko, nú er fyrir 9 á Amali. Þú hefur aldrei gert þetta fyrir 11 árum. Það hefur aldrei sagt neinum neitt. Ég ætla að koma inn samt, halda hans afram. Er það Guðmundur? Það er hann. Næ, sælunus, ég sá reyndir að hringja. Já, það kom aftur, þetta er einhver villisingur að neyni. Nú, það kom bara misskóli á mér. Það kom bara einhver villisingur að sem er ekki ljóta kættin, við byggjum svona heilanum á. Jésús, álmátt. Já. En hérna, já, þú ert á Suðurlandinu, ekki? Jú. Ok, geggja, hvað hérna, ég var að spája, ertu heim helgina? Já, ég er heima meira og meira helgina. Ok, ég var að spája hvort þið mætti ekki renna þetta með bróðum mínum, hann hefur svo gott vita á þessu öllu saman. Jú, ég satt bara alveg sjálf það. Það ekki. Þetta er ekki 8 ás lítrar? Þetta er dálítið líta. Jú, það er að koma inn aftur. Hver? Þetta er 8 lítrar. 8 ás lítrar, já. Þú er 2 lítrar. Ég lét bara útbúa fyrir mig, bara tanku með ákveðnum, bara styrkleika og allt það. Já, Ljóti kall. hvar gerur það? Borgarplast. Já, ok. Slá að línunni, drengur. Ég vil bara spyrja hvað við taða vekk þýttina og allt það og bara smíðu bara fyrir mig. Híu, hættu að tala. Já, ok, það er snuð. Það er búið að slá hérna inn. Hæ? Það er búið að slá þig inn. Við erum hérna, þú verður bara að fá að kíkja á mig, kallir mig. Það er eins og að sé einhver á línunni. Það er einhver á línunni. Hver, halló? Það er einhver þriðja hérna inn, já. Þetta er lili kúkalabbi. Guð, menn góð.
Kæri litli kúkalapastrákurinn út af Suðurlandinu sínu með stóra kútin sem til gátt að líta. Ossa makka líta. Hvað að gera? Þetta með svo mikið að líta. Þetta með okkur mikið að líta með Suðurlandinu. Svo mikið að líta. Og svo fíni kalli með bindi. Þetta með bindi. Sett í buksuna sína, gera það. Pröfa að ringja aftur. Já, hvað þetta? Á ekki nokkuð með gemsa. Já, á ekki bara hringið og gemsanum. Gerðu það, þetta ómögulegt. Alltaf gera það skirtun í bussu sín. Komið svo mikið nóg. Ég hafði Ónum finnst þú svo leðilegum Hann bara að tala alltaf ljótakall og eitthvað að gera það niður Ég held, þegar ég settist þetta í dag þá var ég bara svona, hvað getum við gert við erum alveg búinir að þurra eins okkur að gríni sko. Stundin bara gaman að fyrir klassikina maður. Þetta var Línus slá saman. Ég ætla að hringja í hann og gemsanum og segja þetta eða seifa númerið og rekja hann okkur einasta föstudegi. Nei, ljótt Vaksinu búið því Þetta var Línus slá saman og þetta hefnaði svona fullkomna. Love it. Það er þeirra að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957. Það er 11 ára ammali hér í stúdíónu. Sverrir Bergmann er rétt og mættur með splunkunýtt föstudagslag. Svo ætlaði Björn Bragi að koma á eftir. Við erum eftir að fá Pétur Jóhann þar sem hann fyrir með skilti út í umferðina og ég veit ekki hvað og hvað. Það er allt í gangi þessu hætti. Það er allt í gangi. Og ég ætla að spila lög. Ég var að spila eins og Too Late Down og M&M núna og ætla að spila svona eldri lög sem að hafa verið hvað svona mest spiluð í gegnum tíðina. Takk fyrir það. Í þættinum. Já, takk hérlega. Já, og Thank you, sir. Já. Þú sér líka að spila nýja lagi Bassa Mirage. Ekki spurning. Hann var að gefa út plötu. Já. Og skoðunum til hamingju með það. Við ætlum að spila hann hér á eftir. Ég líka bara svo ánægð með hann sem rappara. Hann er geggjaður rappari. Ógeðslega góður. Og þeir ætla líka að koma Bassi og Patti ætla að koma til mér í næstu viku. Ég ætla að gera auka þátt í blökkastinu með þeim. Svona saman og ég var að gera með Júlíunu og Völu og Jón og Frikka. Næsti svona auka þáttur er Bassi og Patti. Já, textarnir geggjaðir hjá honum sko. Hann hamra mig á, hvað var aftur? Hamra mig í kvöldinni samt engin smiður. Rosaleg lína. Með svalega línur á plötunni sko. Með þeim orðum ætlum við að fara í dagskörulegin spurningkeppni. Ég veit ekki eins og hvað er í spurningkeppnin í dag? Málið er að þetta er eini glugginn okkar fyrir það því að svo er Sverrir að koma og Pétur og King of Birthdays. Nei, það er svo nýbóð verið. Málið er ég var með 10. júní 2022 var ég með King of Being a Birthday Boy. Þannig að þú veist það er frekar stutt síðan sem er rétt hjá Blöð. Þannig að ég kom að breyta koncept sko King of FM 95 Blöð. Vá, ok. Bara hver það hlýtur nú að vera maður sem startar. Já, þú veist, myndir halda það. Þú veist, ég meina maður veit aldrei. Þetta er flottu titill. Þetta er stöðla, þá væri vantilega 1.11 og Blöð. Já, hann var í lár 6.50 og Stoneman, en maður veit sér aldrei sko. Nei, en svo hafa Hvað þá þegar þú semur keppnina, þá veit maður aldrei sko. Maður tekið bet sem heldur sér 100% sko. Já. Sem bara fara down the shitter. Við vorum að rifja upp hérna í síðasta þetta blöggastinu við vorum svona spurt og svara og kom einn geggjur spurning á Instagram sem að Steindi var að spura hvað öllu þessu kjaftaði fór mest í taugaþráðunum, hvort það væri hreindýrið eða stöðumælavörður eða flöskuborður Hvað er það? Það var ekki neitt, það var bara basically sama tuggan. Það er ekki flöskuborður, þú baðst mér að hætta því. Þú varst líka með það í 3 ár. Þú hættir ekki með það fyrir að það var Ívar Guðmund sem kom inn á göngunum og sagði þú voru hættur með flöskuborði. En ég reyna að vera ekki lengur en 3 ár með hvert svona grín sko. Það er helviti vel gert. Ég reyna að vera ekki lengur en í 3 ár með eitthvað brandara sko. Eðlilegu tími sko. Já, þú veist, tætra viku slæta. Ég menna komin 11 ár, við verðum með þetta til 10 ár sko. Það var búin að síðasta spurningakeppni það er, hún manna bara geggjum. Þú settir metnaði hana, það var hérna bónorðin og það allt. Nei, bóðorðin segi, ekki bónorðin. Jesus. Já, þannig að ég vonu að setja með góða í dag. Ég sko var það er King of FM 95 Blöð. Það er 11 ár. Það er svo ég var að hugsa þegar ég var að smíða. Ævargött Mönnsson var að labba þetta fram hjá. Hann er að, ég sé hann er með okkur í eirónum sko. Besti útastlaður landsins. Ef ekki heimi. Heiður að þekkja hann. Síðan var King Kristoffer Helga og hann hitt hann fram á gangi og sem hann sagði til hafa ekki með daginn.
Það vissu aftur með 11 ára ammali sko. Máli er að þú veist, bylgjulestin er á tánum. Já, ég fíla Ég elska bylgjuna sko. Það er tjóðlega En ekki still yfir á hana, en ég elska bylgjuna Það er alltaf langt sem ég fekk mér í glas með Ævar Gudmundsson. Já, getur við bóka bara einhvern veginn steik og raut Með bylgjum annum. Ævar fucking Gudmundsson Getur við bara búið honum með það Ef maður er vantar gott pepp bara svona aðeins að láta peppa sig upp þá heyrir maður í Ævar fucking Gudmundsson. Já, en svo verður nú gaman líka bara að töða hvort að ég vil ekki bara, ég meina snjórinn er að falla og þetta er dagur bylgjunar. Já, Hvort þið sé ekki að fara að gera eitthvað. Snjóður er að kannski taka með morgun jólaskóla. Þið viljið vinna þetta Já. Og þetta er aldrei verið áður King of F95 blöð, það er rosalega titill. Hefur þú verið í F95 blöð í öll þessi 11 ár? Rétt. Negative. Og ekki mista mörgum þáttum. Jú, náttúrulega þau fórum í draumana döttu einhverju þetta. Já. Nei, Menn þetta alltaf út þegar þú það verið er að tökur. Já, ég er búin að vera í 11 ár. eða í þessu frá day one Já, staði vaktina. Stendi beigða þess að hann var að koma inn hana Já. Nú er dyrabjallan að ringja heima hérna. Það titrar allt hérna. Já, hvað, tengist þér eitthvað að síma? Já. Alveg security hérna heima hjá henni sko. Alveg security Getur opnað hurðina heima á núna, bara genið síma Heyrðu, næsta. Ok Herðu, það er 1-0. Ekki missa fókus. Sko, líðu þér eins og þú sért kóngurinn í F95 blöð? Nei. Já, hjá blöð? Já. Það er rosalega svar hjá blöð Bara reynskilni. Stendi, þú Nei, ég sagði nei. What is that? Það er punkt Nafnið mitt er í Ég nafninu á veit hættinu. það, sko Mér líður aldrei eins og kongi yfir höfuð. Jú, ekki stundum. ljúa hlustuðu Það er stundi. bara satt. Þegar að hróka John dettur í gang eftir 2-3 kalda. Já. Þið líður vistundum eins og kóngur, ekki ljúa. Það er rosa sjaldan. En það Já, en það gerist. En málið er Segðu satsnindi. Já, það er mjög sjaldan. Ég hef setið með þér á borði þar sem þið finnst þú kóngurinn. Já, mér líður ekkert bara eins og kongi kl. 10:05 hérna á föstudegi, Þá sko. er það möguleika að koma tilbaka Þú veist, ef við líður stundum eins og konginum Þannig að þetta er ekki búið Nei. Þetta er mjög langt fyrir búið Já. Þegar þú byrjaðir í F95 blöð Keyrður þá á dröslu En í dag keyrður á luxury vehicle Já, ég myndi segja það. Ég held Það það. ekki? Nei, ég veit ekki. Jú, ég Hvað var varstu komin á bimman? Nei, hann að bensin Hann að silfleika Við vorum á BMF Það minnum. var svo limur á hjólum Það var alveg bíl sko Þessi blöð var það sko Ég hérna Nei, ég Sástu veit það það ekki. bílstudið það? Herðu, hérna Ég man eftir þessum sportbíl, sko. Já, Það var mjög alveg spes bíl. spenn sko En það sem ég sko, ég keirði þetta tengist náttúrulega líka bara aldrei. Ég er að vera fertur, þá eðlilega á maður. Þú varst á rauða ógiðinu þarna Já. Þessi eitthvað ættinni þann Ég var á Það var þetta bíl sem var sko ekkert að bílnum sjálfum en Jú. hvernig það var að innan var ógeðslega. Það var rosa Ég gaman. vildi ekki fara í jakkabutum inn í hann því að það voru svona 50-50 og myndi setjast á tyggjó. Ég hef aldrei, sko, ég minnsti agalegt. bílamaður sem þú getur mögulega fundið. Þú veist, fyrir mér er þetta bara, ég þarf að komast frá A til B og ég veit ekki munun á bílum, ég sé bara bíl minnst hann flottur eða ljótur og svona, skilur ég bara, þannig sé ég bíla og hérna, en ég á bíl í dag sem ég tristi vel á, skilur ég veit hann bílar ekkit bara út á götu allt í hennu, ég hef alltaf átt þannig bíla sem bíla kannski bara stundum. Þannig að þetta er punktur á stundum. Já, þú ert líka bara að vera á luxury vehicle líka lengur en 11 árblöð Þannig að 2-1 Fóstu frá því að benda á limi Ég hef verið einn vinslasti fjölmiðlamaður landsins Nei, ég hef aldrei verið að benda á limi. Þetta er nýjasta núna. Hvað verður þetta í 3 ára? Hvað er þetta búið að vera núna? 2 vikur? Þetta er eiginlega vest af þessu. Þetta er ekki Hættu þessu benda á limi kjafta. Það er vanns að sundlega Hann var að benda og segja fólki að þrýfa sér prins Já, alltaf þess ekki bara já hjá mér. Hann vann við Nei, þú gerður þetta ekki. Þú mátt ekki fara að stela stegum til að vera king og eftir í blöð. Ég var baðvörður og í dag Það var satt oft í törninu Svo röldan í klefa og Hvað varstu lengi baðurur? Ég nenni ekki að fara onni í þetta, ég fyrst stiga það. Þú getur ekki tekið stíl. Taktis eins og maðurblöð. Ég er bara að tegja mig í korona. Hún er mjög langt Sinn F95 blöð byrjaði 11 ár Varstu með hár þegar þú byrjaði í F95 blöð? Var hann stig á þetta? Nei, ég var ekki með hár. Blöð var orðinskvöld, þetta er staðfest. Þetta er The Underdog er komin yfir með 650 stíl Það er rosalega Þetta er skellur. En núna getur blöð totally redeem himself Já, ég mun gera. Ég mun tegja, ég ætla að tegja mig í stígin eins og Steindi gerir hérna. Það eru 11 ár síðan F9 blöð fór loftið Já. Hefur þú farið í sleik með meir en 11 gælum? Í maður. Hanskotin sjálfur maður. Þetta er nei. Þú Steindi, þú var ræðast átt með yfir að skegja út með hugulur Já, ég veit ekki eins og hvort þú varst að fara að gefa stig. Fyrir hvað erst að fara að gefa stig? Jó, yfir það er punktur Já, ég verð ekki að staðfesta það. 3-3, þetta er ekki Hvernig var það svo spennandi síðast? Er það grínast það?
Þetta er ekki svona spennandi sko. Nei, mér langar eiginlega bara til búið núna. Sástu, ég hef verið til að eiga núna ljósmynda allir, sástu hvernig hann var. Hann var finnst alltaf þetta að alveg gíra spennandi. Hann tók hárið á sér. Hefur þú leikt heilt hótel undir afmælið þitt? Nei. Nei. Ég gef stækki fyrir svona að þú leiðir Hætt að gefa Ég leiði eiginlega heilt hótel Nei. Og það, Ég hef eiginlega bara ákveðið að halda upp ammali og sagt, herðu, þeir sem að koma að bóka sér hótelherbyggi, ég hef aldrei leikt heilt hótelherbyggi. Herru, það er 3-3. Aldrei gert það. Hefur einhvern veginn að ná þeim ótrúlega áfanga að það veri topp 3 í þínum flokki í tekjublaðinu? Nei, skotin, herðu, er þetta síðasta spurning Þetta er bara basic spurning Nei, Þetta er ekki beint að neinum Er þetta ekki beint að neinum? Þessu var heldur góð hjá þér. Ég átti gott ára það fyrir nokkur mánu. Hörðu Er þetta búið? Nei, þetta er ekki búið sko Það 4-3. Sko, Fólk er að ærast úr spenningi. Já, þetta er rosa spennandi. núna það blöða það virkilega punktunar sko. Já, gott með það. Fóst þú frá því að elta gælur í kringlunni en núna elta gælur þig Jésús, almáttugur. Ég get ekki Sko, það er 5-3 fyrir Steindamar. Nei, þetta er ég að fá stegan. Af því að þú fóst úr því að vera elda gælur í það voru elda þig. Þannig ef ég horfa hérna fram, byrðu það eitthvað gælum hérna, elskandi mig. Nei, það er bara ekki. Sko, þetta er Anskotir. Ég elska það á góð underdog story sko Já, ég tapaði þessu 5-3. Þetta er rosa Þetta er mikið Það held ég, kæri hlustendur, fyrir að hlusta á FN95 blöð hér á FN957. Og já, afmælisþátturinn heldur áfram. Og við erum í klefanum núna, góða. Því líka renni rauðin þessi ammælisþáttur. Já, þetta er, ég hef búin að gleyma hvað gaman árum afmælisþátt. Þá alla snillingan aftur maður. Já, þú er líka snillingur í því að búa til ammæli. Já, það er hæfileiki. Hvað erum við að halda á núna? Við erum 11 ára. 11 ára, já, ok, það var rosalegt. En upp á dag, það er eina sem ég er spennandi í þessu. Af því að þátturinn byrjaði 4. nóvember. Já, Þannig að, og nú er 4. nóvember og föstudagur, 11 ára. hugsaði sér mér. En þú kannst ekki komið til okkar í beina, við erum í klefanum, góða. Þannig að við erum bara 2 hérna sem er líka fínt. Já, það er huggulegt. Svolítið kósi, það er bara ég og þú. Eins og þetta var alltaf á miðvikudag. Já, Þú varst að mér. ég var á miðgutum. Já. Söss, ég tók ömlu góðu dag. Já, ég sakna þess, þú ert að koma ofta til okkar, drengur. Já, maður er nú oft að slæpast hérna, svona í einhverju poti. Já. Hérna borgina. En hvað Ég búið mikið laus. Þar ég að panta þessi móralska bara til að þú komir ofta til okkar. Já, ég þarf náttúrulega að borga það alltaf. Kemur að fara í kaffi? Ég er enda í þessum tölu orðum að leiðinu upp á Stikisón. Já, þú ert með sýningu í kvöld. Já, einmitt. Er uppsett eða? Getur við plakað með þeim? Nei, já, það er laust, sko. Það er laust. Hótelinu, þetta er á Foss Hótel Stikisóni. Já. Og hérna Ef það er eitthvað stikki sem að hlusta, bara hendi ykkur á sýningu í kvöld. Já, ég byrjaði 2030. 2030 og það er þetta að köpa með í hurðinni. Heldur betur. Heldur betur. Já, fullt af fólki verið að hlusta á stikkisólmi nú, sko. Já, það geti verið. Já. En hvað? Stikjarinn, eins og ég kalla þetta. Kallar þetta stikkið? Ég kalla þetta stikjarinn. Stikkjarinn, já. Já. Ok. Það er náttúrulega, sko, svona, komur að segja, ástæðan fyrir þetta heiti Stikisólmur. Það er mikið svona viskustykkjum á það. Já, ok. Þannig að menn voru svona, hvað ef ekki að skýra bæðafélag eitthvað? Já, ég finna að við náttúrulega með allir þessi viskustykki. Er þetta í prógramiðinu kvöld? Já, maður, þetta geti verið. Þeir sem ætla að koma með er að hætta við bara svo við dröst. Já, er það? Já, ok. Já, ok, nei. Það var svo mikið að dýrum sem gerðu stykkin sín. Nei, djú. Herðu, hérna. Hvað ætlum við? Ætlum við Gunnþór? Sko, nei, málið það. Hvað sem Kjellin eða? Málið, nei, sko, hérna, nú, ég er búin að hugsa þetta mikið. Þú hringdir í mig í gær, eða fyrir dag. Og við erum búin að gera mikið af syndunum og ég hef gert mikið af syndunum. Já. Og ég finna svolítið að ég er svona, mér er svo úþælt að hringi fólk og hrekja það. Ertu að þroskast upp úr því? Ég er aðeins að þroskast, finnst mér. Ég er orðin 50 plus. Ekki gleyma því. Nei, ég minnum á það reglulega. Já, þannig að ég ákvað að gera öðruvísi. Já. Og þú veist að því að við erum í klefa. Já. Það voru góð ráð dýr. Ég er alltaf sérstaklega hrifin af könnunum. Já. Ég bara tek alltaf þátt í öllum könnunum sem að Reykjavík City setur inn. Veistu, með á móti hinn og þessu, sko. Ég er alltaf snöggur að stökkva inn á það. Og bara, ég er á móti þessu og eitthvað svona. Ná, ég er mjög skotin í könnunum og mér langar að gera könnun og ég hafði samband við fyrirtæki sem heitir Merking. Þeir útbjuggu fyrir mig skilti sem ástendur, þetta er pínu tenging í Honkefjörhorni sem að var liður sem við stálum frá Tíhöða voruð með hérna sínu tíma, mástu? Rétt. Já. En á skiltinu mínu sem er risastórt og sína er þetta smá, á því stendur flautaðu ef þú vilt rassamælingu. Já, þú ert búin að þroskast upp á símtölunum.
Ok, helviti gott. Þetta var gott skot hjá þér. Já, þetta er kannski ekki mikil þroskur. Þetta er svakalegt sko. Og ég er alveg gríðarlega þakkláttur þeim. Ég verð að taka mynd, ég verð að setja þetta á Instagramið mitt inn á story, þannig að fólk sjáu hvað þetta er stórt. Já, og þetta er í rauninni flautaðu ef þú vilt rassamælingu. Og ég er svona, þetta er bara eitthvað sem ég vill vita. Þannig að þú ætlar, en hvert ætlar þú með skilti bara hérna út á Suðurlandsbraut? Já, ég er ekkert að fara að rassamæla neitt á Suðurlandsbraut. Nei, þetta er könnun. Já. Að ef þessi kostur væri úr borðinu, að láta Pyridíuhen rassamæla þig, myndirðu leifa því að gerast. Ef svo er, þá flautaru. Ef ekki, þá flautar ekki. Ég hef rassamælt þig. Nei, þú gerðir það ekki. Nei, ég gat það ekki. Þú bakkaðir út. Já. Það er líka ekkert skrítið. Já, ég meina, þú varst inn í herbyggi. Já, nei, ég var búinn að því. Ég var svona, ég sneri svona baki. Ég var svona upp á sófabaki eða svona með alveg galopin Ég gat það ekki. Stjórnuna. Svo komst þú út úr herbygginu með rassamæli í hendinu og þú sagði, nei, ég geti þetta ekki. Nei. Þú byrjaðir ekki einu sinni. Nei, það var bara ekki séns. Ég var svolítið svektur yfir því. Já, við getum gert það ekkert maður setna bara ekki á kameru. Þetta er það sem mig langar að gera. En svo getur þú bara slegið á hendurnar á mig. Nei, er það grínast? Þú ert bara að láta útbúa skiltið hérna. Þú ert eiginlega bara Þetta er metnaður í þessu. Ég dyrka, þú veist hvað elska ég mest? Metnað. Já. Þetta er alvöru metnað. Þú ert með risastór skiltið hérna. En náttúrulega við erum ekki beinni. Þá eiginlega bara getur þú hoppað út núna. Þú hringir í mig. Ég hringi í þig. Já. Og við sjáum bara hvort fólk byrja að flauta. Já. Og ef að fólk er að flauta þá vil það rassamælingu. Já, og það er bara, og þá, ég meina, ég veit ekki hvort að þú ætlar að vera með blað og telja flautin. Þú veist, ég get sagt, já, bíl, þú veist, ekkert flaut, bara bíl, svo kemur mig, þá merkir þú, ég veit ekki hvort þú vilt að þetta þannig. Ég segi bara hoppað út. Ég hoppa út. Við verðum í bandi. Sko, ok, ég er búin að setja inn á story hérna á Instagram hvað skiltið er stórt, þetta er svo fyndina. Já, þetta er ekki ekki. Ok, hoppa út. Ok, bæn. Ertu komin niður? Já. Ok, með skiltið. Já, nú er ég að lappa út hurðina. Já. Og on daginn, hello, English, okay, would you like a rassamælingu? It's to measure the temperature of the body. Would you like me to do it? Why? No, just measuring the temperature of the body. It doesn't matter. Enjoy your stay in Iceland. It's just me, just fooling around. Já, útlendingar, þau voru bara klakar eftir að gera það. Já. Ok, nú er ég komin hérna út á Suðurlandsbrautina. Ok. Og ertu búin að setja skiltið upp? Já, það er komið upp. Og ég er komin á mikið umferðareyðu. Já, mikið af bílum? Mikið af... flauta! Já, flauta! Það er strax byrjað maður! Já! Það er allir flautandi í það maður! Ég vil líka annað. Ég er á mikið umferðareyðu og það er allir til í rassamælingu. Já, það er verið að flauta á kallinn. Það er að flauta! Ég var ekki til orð, til skjappa, meira, já, ekki, hann flötaði ekki þessi, hann hristi hausinn. Eru margir bílar? Já, annar, já, takk fyrir. Daginn. Góðan dag, hún er búin að skrúa niður, væri ekki til í rassamælingu frá mér? Nei, hún er ekki til í það. Nei, ok. Bittu, væri til í rassamælingu? Ég er að spyrja þig hvort þú væri til í rassamælingu, ekki? Þetta er ekki til í það. Ég meina, ég er ekki að fara að gera það, ég er bara að spyrja hvort þú viljið það. Þú veist það ekki, ok? Nei. Hún hýtti hausinn. Já, ekki fyrir ónáðana þá. Nei, hún skrúaði niður. Já. Þarna? Til í það. Þetta er gaman. Er það ægislega, flautaður? Nei, það held ég ekki. Það er ekki margir. Já, takk fyrir. Ég líka á þetta fyrir rós. Þetta er rosalegt, þetta er svona, það er allir flautandi frjálæðirinn. Ég elska bara hvað þú hefur gaman að þessu, sko. Já, hún er ekki til. Hvað er ábyrgt, hvað fyrir? Hvað eru prósenduna finnst þér sem flauta og flauta ekki? Þetta, ég er komin í, þú veist þetta á flauti, ég veit ekki hvort þú heyrðir það. Þetta er solid 80%.
80%, ok, það er geggjað. Ég myndi segja það. Já, það er bara mjög vel gert. Það eru miklu fleiri sem flauta heldur en ekki, sko. Eru bílar... Svo rosalega sorglegt að standa, það eru 2 bílar þetta núna Já. á rauðuljósi og ég stend nánast með skilti ón í þeim og það eru kjöld bara 2. Annars er að koma og svo sendi bílstjóri. Það eru hvorum búin að flauta, sko. Það er óþægilegt. Það er rosalega óþægilegt, bæði fyrir mig og þau. Ekki flaut, nú er að fara hennar stað, hún er stökk ekki bros. Já, hún er að taka myndband. En svo eru hérna einhverjir, nei, það kom holskepla á bílum, þetta flauta ekki nokkur einasti kæftur. Í alvörunni? Já, þetta voru 10-15 bílar, ekki eitt einasta flaut. Þá ertu búin að missa, þetta voru 80% maður. Já, bíltu róluður, ég geti náði upp aftur hér. Ok, það var eitt séðans í lokin. Þetta er, Já. það er mikill vindur. Vindur? Þetta er skiltið. Ekki, það er, já, það er flautaði hér. Og hann er með konuna með sér í bílnum. Þeir byrstu skiltið að brotna og það er komið svo mikið rótt allt í henn. Það er rugglega að gera þetta. Lærðu ekki að halda þig? En hvað eru? Það kom allt í einhver allt hérna sem að ég veit ekkert hvað kom. Ég var bara rétt í lokin, það er að koma hérna góður funki á móti mér. Herru, Já. það er komið helviti mikið rótt. Já, þetta er líka komið, þú fegst fullt af flauti og þetta var bara yndislegt. Já, meira, fullt og fyrst að segja fólki. Meira, já, fullt. Það vil ég segja það. Það er allir vitlega fyrir í það heima þeim. Það er ekki hægt að enda þetta betur en á nokkrum flautum. Pétur, takk kærlega fyrir og takk fyrir komin í afmælisþáttinn og leggja svo mikið metnað í þetta. Takk svo með leiðis, heyra flautin flöð. Já, þetta er rosalegt. Þetta er svona rétt í lóki, þetta er líka hlustendakonu, þannig að allir hlusta á flöðinni. Já, það er hárið rétt í þér. Við dýrkum þetta. Góða ferð á Stykkishólm, elsku besti. Sömuleiðis. Og ég beði heilsa. Já, ok. Bye. Ok. Þetta er Licky Lee, I Follow Rivers. Þetta lag var mjög vinsælt. Hvað er þetta mörg ár síðan? 7-8 ár. Maður alltaf ennþá að fara niður í bæ, allt og gamall og sköllóttur, en þetta lag var oft spilað. Ég finn 95 blöð, en það er 11 ára ammali og við erum að spila lög sem hafa verið mikið spiluð í gegnum tíðina og við erum konið með rosalega gestinga í stúdíóið. Það vil svo skemmtilega til að hann var einmitt í fyrsta þættinum af F95 blöð fyrir nákvæmlega 11 árum síðan, 4. nóvember 2011. Sverrir Bergman, verður velkomin. Jú, þakka þér. Þetta er stórt. Já, þetta er stórt, hvernig ertu? Ég er rosalega góð. Njarðvík? Ég er bara mjög hress. Og pólitíkur og bæjarstjóri. Bæjarfulltrúi. Það er gaman að vera með ykkur hérna og Það er rosalega. Finnir þið fyrir mikil ábyrgð núna fyrst þú ert komin í bæjarstjórn? Já, ég ger það reynda. Er það? Já, þetta er alveg Getur það brútal. eitthvað verið að hanga með okkur? Jú, já, það er alveg nöðsilegt aðeins að fá að kúpla sig út í smástund. Já. Þetta er ekkert lengur eins og var hérna fyrir 11 árum, bara flöskuborun og B5 og Já, við vorum að rifja það upp á það, sko. Það var rosalega kvöld. Já, alveg kvöld maður. En mér finnst ekkert skemmtilegra og bara betra en að sjá bæjarfulltrúa og jafnvel bæjarstjóra og allt svona á pöfnum með fólkinu. Þú veist að fólk má ekki bara læsa sig inn að því að vera í bæjarstjórn. Já, það er að halda tengingu, þú veist. Já, þú er bara að hella í því og vera maður fólksins. Já, en hann er á dönsku í kvöld í 3-4 tíma að spila á sig. Hvað heldur að sé að gera? Það verður rosalegt. Þú ert undalveg gæði, ég veit ekki hvað er að gera þetta í Mosó. Nei, svo náttúrulega er stærstu tíðindin er ekki á að setja spil í kvöld og setja komin á stónu bæjarstjóra og fleira sko. Það er á sett komin í Call of Duty. Það hlýtur að vera stærstu. Það er stærstu frednur. Það hlýtur að vera sko. Það er yfirgefa Destiny og komin í Call of Duty. Það er stórt sko. Ertu ennþá að spila það mikið, Svessi? Þú hættur í Game Tea og svona, ertu ennþá entering the world? Já, ég nota tölvuleikina rosa mikið til þess að kúpla mig út sko. Þeir gera bara helling fyrir mig. Þegar hausinn á mér er að springa undan álag og pressu, þá get ég kúpla mig út bara og bara það er ótrúlega hvað gerist líka bara fljótt. Við erum hættir að segja og sérst að kúki pizzukassa, ég man að það voru það er alltaf aðaldur rétt líka. Það líði sig hætta þessu þetta, Cuz. Ok, núna bara fáum út á hreint. Já, setja spil á borðið. Það var ammali á króknum. Þú og Cuz var að ná í þig og hann þurfti að ná í því gegnum World of Warcraft. Nei, hann þurfti að ná í Cuz. Já. Cuz sem var inn í heiminum. Sneri Cuz þessu yfir á þig.
Það er Ég típisku hef að þú kös. hefði verið í skói Nei. Jú, Nei, það var kös. sem tröllkall að móka hólu Og þeir Það var svo steikt Og hann spurði Ammali átna gerir kvöld, kemstu? Nei Ok, það segir kös hefði verið í skói Já. Fórst þú inn að Ég fór að leita á honum, já, in the world Warcraft Shit, Fann hann in the Já. þú world veist hvernig ég er búin að heyra þetta allt öðru sér Þetta er náttúrulega einn besta saga bara sem ég hef heyrt að til að ná að manninu þá ertu svessa að fara inn í karakterin sinn og fara inn í tölvuheimin að tala við mannin Já. Það er alveg Hann var einhver álfur Next level shit. Svo er alltaf auðvitað búin að skreita þess að sögu duglega sko. En Það er svo skreyta- ég ætla aldrei að leiðrétta hana sko. Hún er orðið svo góð, þetta er orðið svona myndarinn og fallið saga sko. Já sko, hún er orðin 11 ára Hún er alltaf betur og betur Þannig að kös hefur verið að panta pítsutur og hæja sig í bóksin Já, ég bara allan daginn, ekki ég satt Það meiri líkur En allt gott að frétta Það er allt gott Þú að kemur frétta, já. sjaldan núna, þú varst Já. með reglulegu gestur hérna Já, ég er bara Hvað ekkert gerðu velkomin. mörg föstudagslög? 60-70 eða eitthvað leys Það er rosalegt Við gerum þetta hverju einustu, sko, pæli, hverju einustu viku í næstu 1,5 árið eða eitthvað Já, það var alltaf föstudagslög Já, þetta var líka orðið kannski Þetta er vandaðara núna, sko sem Já, við erum að ég gera. fíla þetta Þetta er geggjalag sem við erum að fara að heyra hérna Fyrsta föstudagslag í langan tíma Já. Og er þetta ekki bara, erum við ekki að kynna nýja seríu bara? Jú, þetta getur verið fyrsta sko. Ég ætla nefnilega að býða mig Ég ætla að byrja seríuna þegar ég kem heim frá Flórida Ok. Við erum semst að fara að byrja með föstudagslögin aftur Nefn að það verður alltaf nýr listamaður á hverjum föstudegi En Halldór Sér þeim það. til halds og traust Það er en Svo getur spyrir við hann okkur ég kem ekkert aftur Hann ætlar að byrja með sama koncept, skipta mig strax út Það er brjála að gera En það þú veist, Þetta er svo busy en blöð, hvað þarf ég að gera til að fara bara, þú veist, að ég fyrir á Spotify Já. og fer bara inn á FNÍ blöð akkantinu eða eitthvað að ég geti bara Við ætlum að fengið setja öll Við föstaslið ætlum að setja öll þar inn Þú veist, já, það ekki Já, það eru nokkur þar Já, já, en það er svona gaman að geta bara ítt á play og leiða þetta að malla bara í marga klukkutíma Þú veist, það er svo mörgluðu til Manstu hérna, sko, fyrir 11 árum Háðum þú bjóstu heima Good times Vá. Og Súlunessun Já, margt breyst síðan þá Já, Ha? það verður ekki rosalegt, sko. Já, gamláskvöld sem ég mun aldrei gleyma Þegar við vorum sóttir basically Það var hræðilegt Þurfum að fara á nýjás Já, og fagnaðin hérna já, það er einhver erfiðasta endur, já, hvað segir maður upprisa lífsmins Hvað gerðist þar? Áttókuðu gamlás alla leið Endum í póker okkur ruglu Við vorum heim til okkar klukkan 10:30 morgunin Ennþá hressir En þá hræstir í stöðu Við vorum að dansin í herbyggi Já, já, já. Samt við látið snjóin vera Alltaf voru okkar bara tíð sko geggjuð gýr Já, nema það var eitthvað nýjársfagnaður kvöldið á Austur sem var búið að bjóða okkur á Þið komum og sótt okkur eil og þá shit. basically vöktuður okkur Við vorum ekki búin að vakna síðan, við vorum ekki búin að borða morgumat Morgumaturinn okkar var nýjársfagnaður Kvöldmaturinn á Austur Já, Það er rosalega the good old days Það var nú ekkit frábær dagur sko, sá dagur Jó, það geggjaður Þessi tími miss maður. them. Þeir voru ungir, 31 Nei, svo voru ekki þessir ungir Það er fjöður gamli sköllótti kallar Já, og þeir B5 voru bara tveir fullandi menn Já, það verður við ekki næst Við kláruðum þetta bara og svo bara þegar við vorum tilbúinir að fara á næsta skrið þá gerðum við það bara saman Já, Fórum eignast börn. við leiðumst í þessu öllu saman Einmitt. Er eitthvað sem þú vilt segja með nýjasta föstudagsslagið? Þetta er okkar besta sem að Já, syngja þetta er alltaf, já, þetta var alveg verulegt challenge að því að þannig að sko ég dýrka Röggu Gísla meir en allt hún er bara minn uppáhalds íslenski tónlistarmaður Er hún það? Já, hún er það og sko shiti sem hún er búin að gera á sínu ferli er bilað það er svo mikið og alls konar og hún er bara svo geggjuð svo er hún bara svo mikil töffari Já, ég segi það oft, hún er mestu töffari landsins Já. Það er bara staðfest Ég er bara og þetta sammála er því. draumaprinsinn Já, Og já, ég held að sé ekki eftir neina að býða, bara að setja þetta í gang Þetta var tekið upp fyrir í dag og já, bara njótið Hér kemur fyrsta föstudagslagið í langan tíma Þetta er uppáldið þitt, Steindi, þegar hann er niðri Já, þetta er geggja sko já Djöfull er þetta ert flott. þú eini maður sem vill hafa mig bara niður? Já, ég sko Ég málið er er alltaf að- að beða öskra já, Steindi já, er líka. þarna Já, mér finnst alltaf gaman þegar þú tekur svolítið hérna Já, ég þarf að fara að vinna mér Já, ég er hrifinn að henn herru, djöfull er þetta ógeðslega flott vel Takk gert. fyrir Thank you Og náttúrulega Halldór Gunnar og Já. allir sem komið að Ég var einmitt að segja það meðan lagið er þetta þú veist, þetta er ekki eitthvað lag sem við bara hendi Það er alveg búið að vinna þetta hett Já, þetta er aðeins svona Já, já. Bara Og nostra þessi- þessu Já, við. nostra, já Já, það þarf að metnaður gera. í þessu. Það þarf að Hvernig vanda sig. er kvöldið á sest? Já, þú ert að fara bara, ert að fara beint á dönsku bara? Já, júlebrygg Snjóri fellur 25.9 Snjórinn er að Ég tel niður og svo bara opnum við einn ískaldan jólatúborg Telur þú niður? Rosalegt Ó, Og þetta er líka, þetta er um allan bæ Náttúrulega okkar Já, besti einmitt. Bjartmar er í Keiluhöllinni
Það er alltaf crazy þar. Rosalega samkeppni með á milli Svessa og Bjartmars í kvöld. Aldrei samkeppni, maður keppir ekkert við Bjartmar. Þetta er líka svolítið sikkur bæjarlutin, sko. Oft eða ekki breykið hann, sko. Hefur þú talað við maður? Það er ekki ég, sko. Því líka, sko, bara því líka viskubrunn. Ég fór í heimsótt til þess að dag, bara hlusta sögu og bara spyrja hann út í hitt og þetta. Ég ætti að fá hann í tónlistina. Nei, ég er búin að bóka hann. Erstu með serið sem heitir tónlistamenn okkar? Já, í tónlistamenn. Ég er búin að bóka hann, sko, hann að koma, ég ætla að fá hann í svona, engaspjall við mig í Blöðkasturum. Já, það er alltaf. Það er alveg spjall. Það er ekki eða. En Svessi, takk hella fyrir okkur. Þetta var yndislegt, við skuldum auglýsingar. Svo er Björn Bragi hingað á leiðin. Hann ætlaði að hendi eitthvað svona sér quiz fyrir okkur, eitthvað F9 Blöð quiz. Ég veit ekki hvort það Hjöppin á að kíkja okkur vonandi, en fyrst allavega auglýsingar. Já, don't you worry, þið er að hlusta hér á FM95 Blöð á FM 957. Er þetta ekki rosalega slött tónlist? Nei, sko, þetta er fyrsta lagi í þættinum þar sem ég gleymd að setja einn svona eitthvað gammalt og gott. En þetta er svona Black Eyed Peas, Shakira og David Guetta. Þetta ætti nú að vera lagi. Ég er mikil David Guetta maður. Já, ég elska hann. Já, en við erum komin með góðan gest hingað í stúdíóið, drengur sem byrjaði með okkur alla mánudag og heitir Björn Bragi. Vertu velkominn. Takk hérlega. Hvernig ertu? Geggjaður, bara gaman að koma til ykkar og sjá ykkur. Já. Gömlu bræði mína. Sjá hvað þátturinn hefur þroskast. Rosalega hafið þroskast. Þetta er alltaf verið level í dag. Þetta er ekkert eðlilega virtur þáttur. Já, þetta er búin að taka sín þroskastig, en sko Svess er ekki farin. Svess, þú ert þannig ennþá. Því að, já, eins og flestir vita, þá er Björn Bragi með vinsælasta þátti landsins í dag sem heitir Quiz. Vá, takk. Og er á 3. seríu, eða ekki? Jú. Já, og þú ert svona orðin quizarinn okkar. Já. Þannig að við vorum að spá í að henda bara í quiz. Já. Og taka 2 á 2, eða ekki? Jú, geggjað sko. Afturöld ekki undanúrslitum á morgun? Áttalöfslum. Já. Nei, já, það er hérna þeir eru að keppa við Selfoss á morgun. Steind og Dóri. Já. Þeir eru sko búin að bæta sig mjög mikið milli ára. Finnst þið það skrítið, þeir eru með á hverju ári? Er það ekki svona sem að flesti myndi gera? Þeir fengi að koma fyrir einast ári? Sko, þeir eru fastir í þættinum þannig til þeir útskrifast. Þeir þurfa að vinna sig leið út úr okkur. Og einhvern veginn að komast lengur en áttalegu. Týndar quizsálir. Þeir eru fastir inn í prógraminu sko. En er ekki, sko, byrju ætlu að hafa liðin, það er sögur okkur saman. Já, við vorum að Sköllóttur á móti hári. Sköllóttur á móti hári. Steindi allir Mosó og ég Kóp, sko. Þetta er króksarar á móti hvað Mosó og Kóp. Er það ekki svona krægin? Er það ekki bara krægin? Þetta er ekki krægin. Bara krægin á móti Þú ert respected politician. Það er rétt, mjög virtur. Þú ert eini maður sem getur gert það á fíbli hérna í svo kemni. Okkur. Nei, þú ert alltaf að fara að gera kostið. Þú vilt meina hann sé eini maður sem að myndi eitthvað taka eftir? Já, ég er að segja mér að við erum bara hér á FM. Þessi bæjarstjóri, sko. Það er 3 idiots. Ertu orðin bæjarstjóri í... Já, ég er oddfróði, sko. Hann er með líklan að bænum. Er það? En þú fórst inn sann? Já, ég fór inn. Hann er bæjarstjórn. Pældi hvað, þú veist, með að við bara 2011, hvað menn eru búin að bara þróast og ná langt. Þetta heitir fullorðnast. Það er ekki allir búin að þróast. Sverrir Bergman er governor. Finnst þú að það er menn í fleirtölu? Við erum allir að gera það saman, sko. Einn maður. Við erum ennþá á FM, sko. Það er bara staðan, sko. Það fara að draga okkur hérna út. Það er bara staðan, sko. Við erum ekki orðin governor, sko. Föttum ekki hvað er í gangi. En hvernig ætlar að hafa? Hvernig eru leikreglur hjá Bjössa í dag? Ég held að það er verið bara svona svolítið fljótandi sko. Ok, þetta eru 2 á 2. Hár á móti skalla og eða kræja á móti krók. Það bara stuðlar allt og... Já, þetta er ekki. Er þetta í með smá keppningar við erum að taka þetta? Við verðum að taka þetta. Vil ég ekki leggja eitthvað undir? Er þetta ekki keppniskap? Jú, hvað er það að segja? 10 skallali? Já, nei, það er bara, það er ránd á morgun. Svess er að koma með okkur eftir bingoið. Það er ránd á barnum. Round of beers. Og 100 í kass. Ég elska free beer, sko. Við viljum að blanda. Ég treysti svo á þið Steindi, þú ert kóngurinn í, sko. Já, þú treystir á Steindi þessu, þá er ég kóngurinn í. Býtu, ætlum við að fá til skipti spurningar? Já, sko, þið fáið blöndu af spurningum úr nýja pubquiz 3 spilnu og spurningum ykkur. Ok, takk fyrir það. Mjög skemmtilegt. Til í þetta. Fyrsta spurning, hún er fyrir skalla eða krók. Segjum skalla, frekar skalla og hár. Já, ok. Tikk þá. Hvenar eiga Steindi og Egill afmæli? Steindi afmæli 9. desember og 13. maí. Já, 13. maí Egill. Fuck me, maður. Það er rétt. Það er 2 stig. Og það er sama spurning á Steindi og Egill. 13. november og
Og blöðamæli 7. júli. Já. Það er rátt. Nei, það er 8. júli. Hann er ekki búin að koma nema hvað? 11 Nei, ég veistu hvað. Það er engin íslendingur sem heldur meira möðum sitt. Ég rugglaðist af því að hann heldur aldrei ammæli sitt á ammælisteginum. Við mætum alltaf. Nei, við höfum alltaf mætið Sólrik fyrr. Þess vegna, sko. Við fögnum að mér þetta. Steint og skeitt. Ég sagði 8. þá þú taka boltan 8. Já, ég myndi bara, þú veist, ég er alltaf bóðað 7. Ég er alltaf bóðað 7. í ammælið. Þetta var óvænt. Við þykjum þetta. Fáðu ekki 1 punkt. Þið fáðu 1 punkt. Steindi, þú var nú að rífa þig í gang. Þú getur ekki verið að treysta á mig. Við vorum bara báðið með þetta ránt. Herðu, það er skalli aftur. Skallar fyrir ekki. Hvað er mest hægt að eiga margar langömmur? Það fyrir náttúrulega eftir hvort að skilnaður og annað telur hann inn í. Hann er starffræðingur sko. Já sko, þetta er ósynka, hann er mathlete. Það er ekki. Nei, ég er ekki að tjóka. Er hann professional mathlete? Hann er séni sko. Nei, nú er það alveg Það hætti að trubla lið. Hvað er 3,8? Hvað er eitthvað rugglaður? Nei, ég er ekki, þú getur átt bara 2 ömmur og það er, já, 4 langömmur, ekki? Já, 4 langömmur. Var að mathlete. Wow, yes. Það er rétt. Strákan er ekki náðu þessu. Og var 2 stig fyrir þetta. Hvað er eitthvað svona erfitt á þá líka? Þið fáið jafn erfiða spurningu. Hvað eru margir hvítir punktar í vörumerki Dominos? Þetta er þú Stendur. Ok, shit. Ef það er einhver sem þekkir þetta logo. Ég hugsaði 2, en ég svolítið að teksta þeirra lokaður sko. Opna appið. Ég er að opna síman. Kíkja á appið. Þetta er annarkvort 2 eða 3. Hvort viltu ekki? Þetta er random gisk bara. Þú ert búin að, hvað er ég dottan? Þetta eru 3 punktar. Það er rétt. Vel gert. Hár. Þarna stegstu. Já, þú hægði þér á hann. Hanna kostið eitthvað. Thank you. Ok, við höldum fórustu. Þetta er vel gert. Þá er það skallar. Við erum sérst, nú er að blanda inn almennum spurningum. Ekki annars starfræði spurningu og men's-west. Það er tungumálaspurning. Hvaða fjölskyldu meðlim kallar spænskumælandi fólk Abuela? Abuela? Abuela. Ná, ekki fræðilegur getið þetta. Nei, þetta er dögt í þann. Ég sé það bara. Fjölskyldu meðlum, þetta ekki amma bara? Ég ætla að amma eða afi. Já, Abuela. Abuela? Amma. Já, tökka. Amma. Það er rétt! Það er ótrúlegir. Gáttu er þetta? Þetta er mjög spes. Er þetta ekki enn kant og þarna vindir þið teiknið? Háru ekki, þið eru að horfa á teiknið. Já, jú. Það er hár. Hvaða ávaxtadrykkur kom á markað á Íslandi árið 1973 en hætti í framleiðslu árið 2019? Er þetta ekki Svali? Ég hef ekki séð Svala lengi. Hætti 2019. 2019, já, það er bara. Ég meina friski og allt þetta er lungu farið. Ég meina, ég held að þetta sé Svali. Var Svali við 3 árum með? Svali? Nei, mér finnst það svo lenga síðan hann hætti. Er þetta Trópi eða? Þetta er Trópi eða Svali? Annarkvæmt Trópi eða Svali? Var ekki Jón Páll alltaf að auðvitað Svala? Nei, hann var að auðvitað Trópi. Herru, í dag áður við 12 ára. Við ætlum að segja. Ég leiði þar að kalla þetta eins gott og verið sett með þetta rétt. Við ætlum að segja Trópi. Það er rétt, jó! Getur ennþá keft Svali í dag sko. Já, Svali er út allt sko. Enda sögum við Trópi. Næstu ég búin að hægja þér. Já. Herru, við fyrir í tópmálum. Það er 4-3. En byrju, það er sko, það er 6-5. 6-5, já. Fyrir skalla, eða sköllum. Bold and gold. Þá fáið aftur spurningu ykkur. Og það eru skallar. Egill Einarsson gaf út 3 bækur, ekki? Reyndar 4. Já, þú veist, það margar ég má gleyma það sjálfur sko. Nefnið allavega 3 heiti. Já, það er Biblía fallega fræðafólksins. Það er hérna Mannasiðir. Já, mannasiðir, lífsleikni. Það er konið 3. Er þetta ekki rétt eða? Jú, þetta var Biblía fallega fólksins. Það er að segja Biblía fallega og fræða fólksins. Ég var sko eiginlega að leita að síðan hinnibókinni. Þannig að það sem þú ert heilræði. Já. En þetta er ekki rétt af því að þeir voru ekki með titlana rétt. Já, hann bætti við hana og fræða fólksins. Ég var bara með fallega fólksins. Mest að mjög skrítið. The Bible of the Beautiful People. Ég segi 1 stig, ekki 2. Takk. Það er svona fyrir. Þú verður að hafa þetta rétt sko. Bættu við og fræða. Herðu, spurning fyrir þá Steind og Egil. Ef maður flettir upp hérna auðda á Wikipedia þá kemur svona years active. Hver byrjaði hann að vera active? Years sexually eða þú veist það stendur á Wikipedia. En ég meina væntanlega er þetta ekki bara einhver úlingur hendi í þetta eða?
Svaraði bara spurningu Ég veit það ekki, skilur Ég meina, er ekki auðvitað sjálfur að gera það? En þetta er bara svo miklu erfiðari spurning. Þetta er bara á dómin og svo svala Hvenær hann er aktiv í bransanum? 70 mín Já, þá hann var nöðaði sem að vilja á sínum tíma hana. Var það ekki 20? Ég ætla að segja þetta sé 2009-10. Þannig að ég hefur að segja bara 22 ár. 2009? Býttu að slaka, hann er 1980 sko. 2010. Hann er, þú veist, 1980, hann er árið 2000. Nei, aktiv, hann er að tala vantarlega í bransanum, eða ekki? Já, hann er ekki fættur 1990 Nei, varst ekki að tala um hann er hvað Hann er búin að vera Hann er fættur 80. Já, maður heyra spurningur Já, samkvæmt Wikipedia, hvaða ár byrjaði auðvitað að vera active? Hvernig byrjaði hann í 70? Þú veist alveg þetta. Já, ég ætla ekki að sé 2000. Nei ekki, 2002. Ég ætla að segja árið 2000. Já, 2000, það er rétt. Já, og þá var þetta bara aktíf í 22 ár. Já, ég sagði, en ég mun anga að segja 23. Ég ætla að segja 22. Það er rátt. Það er 2001. Það er rétt. Byrjaði í 79. Hvað erum við með tekjast af fórustu? Já, við erum með tekjast af fórustu. Hvað hérna, ef við taka hérna fræga línu? Já, endum á frægum línum. Endum frekar á 3 hint. Það sem þið keppið við gott annan. Ok, við endum á 3 hint. Og ég ætla að spyrja orð. Og er þetta upp með hendur eða? Já, eða bling. Þetta er þá eiginlega, sko, að þið eru 3 stig í boði. Það er 7-5. Þannig að það er rauninni bara svo sem svar rétt. Þetta er sjensin ekkert til að vinna. Þetta er sjensin ykkar, strákar. Og það er sem sagt við erum ekki góður í orðum. Spurtur orð. Ég var að hitta stjórnina uppi og þeir vilja gefa 1 milljón í kass í þessu keppni. Það var ný stjórn og gott uppgjör. Þannig að það er, ok. Ef það er skyndibita eða dýr, þá væru við sterkir, sko. Orð. Vil ég freka dýr? Nei, bara orð. Ég elska orð, sko. Ok, það er orð. Hvert er orðið? Það lýsir einhverju sem kylfingar vilja stundum ná á golfkúlur eftir að þeir hafa verið slegnar. Bling. Já. Sko, ef maður svarar þess að hann frengi þetta áður og aldrei farið í golf, sko. Golf, þú segir annarkvort flór þegar þú vilt ekki að einhver fá hún í hausinn. Eða, var ekki hérna spurningin sem þú vilt ekki segja eftir að slæð? Þú vilt fá þetta á golfkúluna. Þú vilt fá þetta á golfkúluna? Já. Á golfkúluna. Þetta er 10. Ránt. Kláraði? Já, þetta var fyrsta hintið. Og hvað sagði þau? Það lýsir einhverju sem kylfingar vilja stundum ná á golfkúlur eftir að þær hafa verið slegnar. Ná á golfkúlur? Golfvaru, hérna. Golfvaru. Ég kom í hint nr. 2. Já. Segðu þig bara eitthvað random. Albatross. Bara ping. Ránt. Hint nr. 2. Leiksýningar án handrita eru kallaðar þessu orði. Það er eitthvað fokk. Já, bing, hérna, bing. Spuni. Það er rétt! Vel gert! Það er spuni. Hvað, vilt maður fá það? Spuna á kúluna. Láttum ekki breyki þetta. Láttum ekki breyki orðið. Þetta var nokkuð örugt hjá. Við hefum alltaf unni dýrið, sko. Takk fyrir keppnina, drengir. Björn Bragi, takk fyrir komuna. Við minnum á PubQuiz 3. Spilið fæst allstar í öllum helstu verslunum og bensinstöðum og heldur betur jólagjöfun í ár. Ekki spurning. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir að koma. Við skuldum auglýsingar og já, svo klárum við þessa afmælisveislu. Þetta er lag sem ég veit að margir hlustundur tengja við í FN 95 blöð. Ég veit ekki hvað, ég spilaði þetta ofta á sínum tíma. Sakarlegt lag maður. Já, herðu, mér er bara eldast vel. Sturla lag, en drengir. Ég var að tala við strákana, þeir eru að fara. Já. Þeir ætla að láta snjóin falla á sig maður. Já, vel gert. Svessi er að fara að spila. Já, dönsku, þeir eru bara að fara yfir. Hvar varstu? Sverrir er bara að spila eitthvað. Það var að segja mér, ég er bara að byrja hægt, þá spila í kvöldi. Hann sagði það tvisvar í spjallinu áðan. Þið veit að ég er ekkert að hlusta á þig, sko. Nei, og hlusta bara sjálf þig. En það er nánast komið að lokum, drengir. Við náum ekki að fara að snjóinn við. Það er herrakvöld hjá Víkingum í kvöld. Væks, byggarmeistararnir. Ég spilaði með Víkingum þegar ég var yngri strákur. Já, ég bý í hverfinu, þannig að við erum tengdir hann að liðinu bara. Já, mynda með mig byggar í Víkingsbúning. Ég þarf að grafa hann upp fyrir kvöldinu. Það er eitthvað stemning þar, alveg fyllibettur hann. Já, þetta verður léttuð mannum. Og svo fyrir við, það er náttúrulega bingo á morgun, við erum að minna á það. Það er vetriða jólabingo blökkastins, sturlaði vinningar, 100 áskona gjafabrif frá Icelandair, PlayStation 5, 12 sími frá Samsung, headphone, pizza opn og ég veit ekki hvað. Og endalust á dótið sem við erum búin að við erum að fara að stækka þessa vinninga ennþá meira á staðnum. Já, ég veit að svo er þetta líka free comedy. Þegar þið tveir eru með skemmtileg þegar stjórnir þessu bingo
þetta er líka free comedy. Þetta er free comedy og líka getur unni free shit sko. Já, svo náttúrulega koma Sverri Bergmann, Halldór Gunnar og Jóhanna Guðrún og þau ætla að svissa lögunum. Jóhanna Guðrún tekur Andþín og Svessi tekur Is It True. Þannig að þetta verður alvöru kvöld, byrja klokkan 8 annað kvöld á Vísi.is eða Stöð 2 Vísir. Við bara þökkum fyrir hlustunna á þessum afmælistæti. Sæki spjöldin inn á fnifblöð.is. Já, gerast áskandi þar til þess að spila. Og eitt stendi og síðan þegar við vöknum sunnir á sunnudaginn eftir skralla og hverja morgun þá veistu, ég get grætt kæsaður á sunnudaginn og þú spila Pokémon höfðingja svo fer lengra enn höfðingin. Það er 2.80 á þig og eins og þetta gera bara duga lengur enn höfðingin. 2.80. Þetta ekki veðja á stenda þar. Hann ekki að drífa sig að bara að sofa. Nei, hann vil vaka. Hann til í að vaka með rauðvín. Hann er þólimaðina. Ég er fýtt pókerspila. 2.80 á Stoneman. Stendir þetta má eiga það. Hann er mjög þólimóði maður. Þannig að hann gæti alveg það ekki. Kann póker. Menn þú verður Atlantic City í svona 40 sinum. Kann póker. Já, auðvitað kann ég póker. Ég reyndar hef ekki spilað mikið póker í ferðunum. Ég hef nú aðeins kannski kíkt með blöð að svessa eitthvað smá póker. Já, herðu, svo verðum við líka að minna á stóra sviði í kvöld. Það er Þorsteinn Backmann og Gísli Örn gestir og það er sturlað þáttur. Byrjar núna klukkan 7 á Stöð 2. Drengir, við sjáumst á morgun, við sjáumst nú bara eftirstendi. En annars er það bara bingoið annað kvöld. Við ætlum að enda þetta á Bassa Mirage. Hann var að gefa út nýtt lag og plötu. Já, bara plötu sem heitir Fake Bitch og ég var að spá að spila einmitt lagið Fake Bitch. Endum þáttina á þessum snilling. Já, blasta þetta. Takk fyrir í dag.